Góðan daginn, kæru vinir og velkomin í þennan þátt, nýjan þátt. Við erum ekkert að fjalla neitt nýtt efni, þetta er gamalt efni sem lengi hefur verið fjallað og menn, allavega þeir sem að þekkja til, hafa enn ekki fengið leið á og hvernig færðu leið á því að borða? Má kannski bera þá spurningu fram líka þegar menn tala mögulega leiða. Þú færði ekki leið á að borða. Svo fyrir utan það, þá veistu að þú þarfnast þess að borða. Sama gildir það sem við erum að gera hér. Við þörfnum þess að fá þessa mataræðslu til okkar og trúum því og vitum það og þekkjum það að komin beint frá himni lifandi Guðs og þaðan sem við öll erum komin og hann hefur Guðs blessunarlega tekið suma af okkur til sín í þessum heimi, í þessu lífi og leyft okkur að smakka af sínum krásum en því miður að þá eru ekki allir þar og það er því verk fyrir okkur sem að búum svona vel, svona svakalega vel að hann leyfir okkur að vera hjá sér að kalla til fleiri menn og konur inn í rann Guðs því að ef ég á þar heima sem ég tel mig eiga þá allt annað fólk það líka sama rétt og ég þannig að þetta er ekki bundið við þessa manneskju eða hina. Ef að svo væri, þá væri Guð bara eins og ég, færi goggunaröð með fólk. En þá er gott að hafa það í huga að ekki er ég skapari allra manna. Ég sjálfur er sköpun hans sem hefur skapað alla menn. Og ef hann leggur þessa ofurást á mig og er meira að segja, vill ganga svo langt að taka mig til sín í hús, gildir sama með aðra. Eins og ég var að segja, þá er ég ekki skapari manna. Ég er eins og sköpuð manneskja af honum sem hefur skapað allt fólk. Og þetta undirstrikar þann sannleika að öll erum við nú verið keypt. Og við vitum alveg hvað gjaldið er sem greitt var. Líf manneskju sem við teljum mest verðmæti, allra verðmæta, en svo margir og svo oft fara illa með og svo margir í gegnum söguna hafa algjörlega misskilið. Þeir telja sumt fólk rétt dræft. Hugsaðu þér villuna sem uppi er í slíkum hugum og í slíkum hjörtum. Þetta er auðvitað mynd af því að við erum að horfa, bara með því að horfa yfir heiminn, á svarthvíta mynd. Þar er bæði myrkur og ljós. Í myrkrinu tala menn réttræpi fólks, en í ljósinu sjáum við fólk sem hefur sama rétt og annað fólk til lífs. Þannig að við sjáum að við erum svo sem ekkert að veiklast neitt í trúnni. Við sjáum að verkið er ærið. Við sjáum að við erum partur af þessu verki. Og svo er það spurningin hvað við viljum gera. Viljum við heyra hvatninguna? Viljum við heyra ávækjunina að vera Guðs megin í lífinu, stunda verk Guðs, standa með honum í átakinu, eða ætlum við að vera bara okkar eigin herra og þess vegna tala þennan og hinn sem rétt dræpa manneskju. Erum við að ganga á langt hérna? Ég spyr þig, er það? Erum við að ganga á langt hérna? Það held ég ekki.
Var ekki í fréttunum daginn bara fyrir örstuttu síðan að einhver sprengdi sjálfan sig í loft upp og tók einhverja aðra með sér sömu leið og hann fór. Við erum ekki að tala bábilju þegar við tölum að sömu líti svo á að sumt fólk sé rétt dræft. Og af hverju þetta svona? Það er bara ein ástæða fyrir því. Guðleysið. Maður án Guðs nefnilega brenglast svo litið innra með sér. Vegna þess að hann hefur ekki Guð með sér, hefur hann líka svo litið ykta mynd af heiminum. Og í þessari yktu mynd koma fram alls konar hughrif, til að mynda að sumt fólk sé beinlínis rétt dræft. Þetta er gömul saga og ný og ekki halda það í eina sekúndu að þetta hafi ekki gengið í gegnum kynslóðirnar, minn kæri vinnur. Því að það einmitt hefur það gert. Þannig að við erum ekkert að tala neina nýjar staðarindir hér. Heilir kynflokkar, mínir vinnir, hefur verið gengið til bols og höfuðs á og verið framið fjöldamorð á þessu fólki. Og okkar tíð líklega alvarlegasta dæmi þar er það sem gerðist í Rúanda í kringum 1990. Þegar Tutsar, voru það ekki Tutsar sem að gengu með sveðjur á, ég man ekki hvað, Húta, ég man ekki hvað þeir voru, það voru þarna 2 flokkar og áður en þeir voru stöðvaðir höfðu þeir nú bara náða drepa hátt í 1 milljón manns á ekki svo mörgum mánuðum. Þar gekk yfir morðalda hjá fólki sem taldi að þetta fólk væri rétt dræft. Hvernig ástandið er í Rúanda í dag veit ég ekki. Allavega gengur ekki þessi morðalda yfir, hún hérna nú þarna. En ég held að ástandið sé nú ekkit rosalega gott þar. Þetta er náttúrulega erfitt að eiga við þetta á þessum stöðum vegna þess fyrst og fremst hvað þessi lönd eru oft fátæk. Það gengur illa að byggja upp þessi lönd og það er náttúrulega engin spurning um það að ef að menn geta gert eitthvað fyrir fólk sem fólk vill. Við til að mynda sjáum þetta nú bara hér á Íslandi og í allri vesturálfu að við erum náttúrulega með fullt af öllu. Þannig að það er verið að bjóða okkur upp á mjög margt. En það er ekki allir sem að fá þetta boð. Og þegar eitthvað svona gerist, þá er svo erfitt að mæta þessu vegna þess að það er ekki til henni peningar til að mæta einu en einu með. Þannig að það gæti, ég er ekki að segja að það geri það gæti alveg gerst að þetta héldi bara áfram, kæmi aftur upp. Það virðist nú vera að svona fari bara í hringi. Hvað er í hringnum vísirinn er akkurat núna veit ég ekki, en þetta virðist við að fara allt í hringi. Þegar hringurinn lokast, sem gerist einhvern tíma, hvað verður þá? Þá verður kannski svo sama komið upp og þeir eru farnir að hata hvorir aðra þessir kynflokkar að þjóðflokkar sem ættu þetta að lifa í sátt og samlyndi því að þó að ég tilheyri þessum kynflokki ekki hinu þá er ég bara samt manneskja sem þarf sömu grunnþarfir eins og hinn sem að tilheyri hinu kynflokknum. Það er manneskju og hvað meira? Jú, skapaðar af sama Guði og ég, þessi maður. Hver er ég þá að tala annað fólk sem beinlínis er rétt dræft fólk? Þetta er að gerast út allan heim. Þetta er alltaf verið að gerast. Þannig er sagan skrifuð. Hve margar aðfarir til að mynda hefur ekki verið gert að blessuðum gyðingunum okkar. Gegnum bara alla þeirra sögu.
aðför eftir aðför hefur verið gerð að þeim og það er talað nokkrar aðfarir að gyðingum, já, í Biblíunni, Gamla testamentinu. Þar var maður á tímum Esterar drottningar sem gaf út tilskipun, var einhver svona plottari, að allir gyðingar í þessu landi skyldu teknir af lífi. En Ester drottning, hún var góð manneskja og klók, hún einhvern veginn fékk konunginn til þess að afnema þessa skipun. Ég man ekki alveg mér skilst að konungurinn undirritaði þessari skipun, hann einhvern veginn þessi náungi, hann sannfærði konunginum hvað þeir væru voðalega vondir menn og hann skrifaði undir þessa tilskipun og mér skilst að þessar tilskipanir konungs væru óafturkræfar. Það yrði að ganga yfir það sem að þeir hefðu ákveðið. Og það byrjaði þarna einhver daradans en vegna þess að Ester tók að sér málið, þá gaf konungur út aðra skipun að þeir skyldu grípa til vopna. Þannig að þeir vörðust þessum árásum og féllu ykkur auðvitað, eins og alltaf í árásum, en það var ekki nein útrýming. Þarna sjáum við hvernig Guð grípur inn í og þarna sjáum við meira mynd af manneskju sem Guð er að nota til verndar öðru fólki. Í þessu tilviki Ester drottningu sem að steig fram fyrir skjöldu og fékk konung til þess að með sér í lið. Hún sannfærði hann að þessi einstaklingur hafi ekki verið að flytja sér rétt skilaboð. Og hann gaf út þessa yfirlýsingu sem var ógilt ekki hina því að það var ekki hægt, en gaf þeim þetta leyfi til þess að verja sig. Þetta átti að standa, var það ekki eitt sólarhring eitthvað svoleiðis og svo átti þessi tilskipun að detta út. Og þeir vörðust í þennan sólarhring og gátu hringt af sér þessari limskulegu árás. Ég man ekki hvaðan þessi ódámur hét sem þarna gekk fram fyrir skjöldu og með þess að fá konungi með sér í lið til þess að útrýma gyðingum. En þetta, minn kæri vinur, skeður á tímum Galatestamentisins og er því saga sem líklega er nokkur 1000 ára gömul, örugglega. Svo var það að Kristur var uppi fyrir 2000 árum. Og þessi saga Ester drottningu er talsvert eldri, þannig að hún er örugglega nokkur 1000 ára gömul. Þannig það að einhverjum þyki einhver réttaræpur er aldeilis ekki ný hugsun. Er bara aldeilis ekki ný hugsun. Ef þú heldur að þessi hugsun ekki lengur uppi, getur þú gleymt í núna, því hún er uppi. Hún hefur aldrei dáið út. Af hverju? Af því að hjartað er samt við sig, hjartað sem gengur ekki með Guði er samt við sig og þú veist ekkert hvað því dettur í hug. Bara ekkert. Því maðurinn var skapaður til að ganga með Guði. En maður var líka skapaður til að velja sjálfur, hann fékk frjálsan huga strax og gat sagt skilið við Guð, nú eða farið hina leiðina og valið Guð. Við sjáum breytni Adams og Evu. Hann gerði þennan aðskilnað við Guð sem gekk frá manneski til manneski allt til okkar daga og heldur áfram. En björgunin kom fyrir 2000 árum og þeir sem vilja þiggja þennan björgunarhring, Jesú Krist, eru hólpnir, þeim hefur verið bjargað, þeim hefur verið komið fyrir í björgunarbát, en þurfa auðvitað að streðast við lífið eftir sem áður, með öllu því sem að lífi fylgir.
og hver svo sem dirfist að segja það að lífið sé einfalt og létt því að það væri mestu lygar heimsins. Það er það ekki, en við erum hólpin vegna þess sem gerðist á krossinum og mörgum hefur gengið mjög illa að skilja hvað svona væri svona merkilegt við krossin og það er svo sem ekkert einfalt mál að útskýra það fyrir mannesku sem hefur engan grunn til þess að byggja á, til þess að hægt sé að útskýra neitt út frá. Og meira að segja kristinn maður sem að er heilli sinni trú og sem ég veit að margir kristnir menn og kristnar konur eiga oft í mesta strögglu við sjálfan sig og orð Guðs að skilja merkingu krossins eins og hann er. Þannig að hvað þá heldur manneskja sem á ekki einu sinni til heilagan anda, það er útilokað að hún geti skilið þetta með réttum hætti. Þannig krossin er mjög merkilegt fyrirbrigði. Af því að drottinn dó þar og af því að Guð, Faðir, sendi hann á jörðina til að vinna ákveðið verk, þá sagði hann, þessi skal vera lykillinn að himnaríki allra manna. Þessi, Jesús, er í dag lykill að himnaríki fyrir alla menn. Með öðrum orðum, þú trúir á Jesú og færði lykil sem gengur að þessari skrá sem opnar fyrir þig himnaríki. Já, ég veit ekki hvar þú ert, sem sjá þarna alveg stórmerkilega hlut, en aðri bara hrista sinn gráa haus og skil ekki neitt. Þetta er vantrúin og trú. Við sjáum þarna líka andstæðurnar. Af hverju skilur trúin þetta? Því að henni er gefið að skilja. Og þetta er einmitt það sem að Kristur talar. Hann segir að trúnni sé gefið að skilja. Þeir sem hafa ekki trú munu aldrei geta skilið þetta niður botnað í þessu. Þannig er önnur mynd af kalli drottins komið til mín. Og hvað svo? Ég skal útskýra þetta fyrir ykkur. Hann sem sagt vill útskýra þetta fyrir mér undir afli minnar eigin trúar. Aftur komum við að mikilvægi minnar eigin trúar. Ekki gleyma því, hún er mikilvæg. Og að því að hún er svona mikilvæg, svona mjög mikilvæg, þá þarf ég líka að leggja stund á að rækta hana upp. Og þegar ég byrja að rækta hana upp með aðstoð orðsins og góðra kristinna mann og kvenna, þá fer ég að sjá og skilja þetta mikilvægi. Að Guð skapaði líf. Og ég tek ekki undir með þeim röddum sem segja að þessi og hinn séu réttræft fólk. Þvílík synd er það ekki að tala með þeim hætti. Manneskju sem Guð skapaði og sagði harla gott, svo kem ég feitur og stór kall og segi að þetta fólk sé réttræft. Ég held að fátt hryggi hjarta drottins meira heldur þessi orð. Og ef að kristinn maður segir þetta sem ég reyndar læt mig efast að sé, en ef svo, þá má hann skamma sín og gera það bara núna. Og iðrast frammi fyrir Guði. Svo alvarlegt er nú málið. Og hvers vegna tölum við svona? Að því drottinn hefur gefið okkur að vera inn í þessu lífi og við áttum okkur á hvað lífið er í raun og veru dýrmætt en rosalega brothætt. Við vitum að það er rosalega brothætt. Þú kvaddir góðan vin þinn, segjum það. Og hann ekur af stað. Klukkutíma seinna færðu andlátsfregn þessa vinaðins. Hann hafði lent utan vegar. Bíllinn hafði oltið og hann kastast út og bíllinn oltið yfir hann og maðurinn lést.
Þið áttu gott samtal klukkutíma fyrr. Jafnvel langt og gott samtal, já, innilegu. En þið munu aldrei aftur eiga slíkt samtal því að þessi einstaklingur hvarf eins og dögg fyrir sólu. Þannig lífið. Svo dirfust við í heimsku okkar og vanþekkingu á honum sem skóp að tala fólk sem réttræpar manneskjur. Það mikil synd að tala þannig annað fólk. Og hver ég að leggja svo voveifleg orð til mann og kvenna og Guð forði mér frá því. Já, Guð forði mér frá því. Af hverju segi ég þetta? Að ég veit að ég manneskja. Og manneskju dettur alls konar í hug og líka mér. Þannig enn og aftur sjáum við undirstrikun þess að vera í orði Guðs, rækta samfélaga við hann á hverjum degi og gefa honum á tíma sínum. Það er lykillinn sem okkur er öllum gefið. Og það er hvatningin sem við fáum í raun og veru í hvert sinn sem við lesum orð Guðs. Þannig að við, ég og þú, við munum aldrei gera of mikið af lestri í orði Guðs, pælingum í orði Guðs, og það er ekki hrósunarefni. Það er ekki fyrir neitt til að berja sér á brjóst fyrir. Nei, en hann hefur hins vegar má eiga það, og kannski hróskili fyrir það, að hann hefur áttað sig á hverjum hann þjónar og sínum eigin veikleika, hversu mjög hann þurfi styrk frá hæðum til að fara ekki inn á þessa brautir sem að heimurinn fer án þess að depla auga. Og það er eðlilegt. Það þekkir ekkert nema sitt eigið. Og svo erum við jafnvel á þeim stað að við vitum ekki alveg í dag hvort við nennum á samkomu. Að vísu höfum við náttúrulega alveg svakalega flotta afsökun því að það er þetta COVID sem að hefur raun og veru lokað öllum kirkjum meir og minna síðustu 2 ár og 3. ár og við megum ekkert fara þangað né neitt annað þar sem margir eru saman. Sumir sakna þess að geta ekki farið í kirkjuna sína og setið undir hljómfalli tónlistar og ræðumanns beint í sín eyru. Öðrum finnst hitt bara ágætt. Það geta bara séð þetta á netinu og allt í lagi með það, menn hafa þetta svo þeir vilja. Þetta er það sem við eigum. Þetta er það sem við þurfum að næra, rækta, að því við eigum þetta. Við eigum hiklausan og áaðfinnanlegan aðgang að lifandi Jesú. Við sjáum syndina og í raun skandalinn. Ef við viljum svo ekkert gera með þetta. Ég held að það sé skandalinn stærsti og alvarlegasti. Þannig að við sjáum líka að ræðan verður alltaf að benda á þessa staðreyndir, benda á orðgætnina og við náum henni upp orðgætninni með visku frá hæðum því hún byggir upp í okkur það sem að við þurfum að láta byggjast af, sem er þó af þessari hygni komin beint frá trúnni sem að okkur var gefin við fyllingu heila sanda. Svo kem ég og ég legg að rækti þessa trú, en ég er bara ég. Mín trú byggist upp og það er gott fyrir mig. En þú þarft að gera það sama til að þú getur bent öllum fingurum á þig og sagt gott fyrir mig.
einstaklingur þarf að gera þetta. Og Kristur frelsaði einstakling. Vissirðu það? Einstaklingur sem vakir þarf ekki þessa vakningu sem allir, svo við erum svo ofta að tala um. Og hvað erum við að tala þegar við tölum vakningu? Þú þarft ekki að vekja hann og hana sem eru vakandi. Það er alveg ljóst. Ef við erum að tala vakningu, þá ættum við líka að geta skilgreint hvað við eigum við og bent þá á þessa hverjir eru sofandi. Við þurfum að vekja þá. Þeir þurfa vakningu. Hverjir er þetta fólk? Hvar er þetta fólk? Og hverjir eru þetta? Þarna þurfum við kannski aðeins að staldra við og líta við sviðið og reyna að koma með ykkur svör inn í þetta. Við tölum vakningu. Og maður hefur svo sem tekið þátt í því að tala hana. En hvað með alla þá sem eru vakandi? Starfandi Guð hafa alltaf verið alla sína trúargöngu áratugum saman. Hvað með þetta fólk? Þeir eru fleiri en 1 og 2, ég lofa þér því. Það er stór hópur á mönnum og konum. Þannig að vakningin kemur til þeirra sem er ekki vakandi og ég spyr, hvar er þetta fólk? Hverjir eru þessa manneskjur? Já, ég veit að þú veist allt um það. En mér vefst tunga tönn og ég ætti nú að fara að benda á eitthvað. Þú þarna var að fara að vakna, móðanlegur sofandasvipur á þér. Kannski er hann sístarfandi, blessuð manneskjan, kannski er hann sístarfandi, en ég veit bara ekki af því. Og svo er nú eitt sem við lærum af því að nema Guðs orð. Það er að Drottinn hefur köllun á fólki. Hver er þessi köllun? Já, þú veist allt um það, ekki? Hún getur verið í leynum. Vissirðu það? Og þessi manneskja starfar og biður í leynum. Þú veist ekki af því. Eins og við segjum stundum í hálfkanti. Sést ekki á sama tíma við bæði fram og afturmastrið, eins og kannski þú og ég, eða ekki ég, kannski þú. Það er ekki allir þannig. Þannig að við sjáum líka að við þurfum ekki öll að vakna, halló. En við vitum það vel að sumir þyrftu það, en hverjir eru það? Hvað er mælistekan? Hver er mælistekan? Maður sé nú aldrei þennan alltaf ykkur þunglindi. En þessi sem að þú segir að liggja alltaf í ykkur þunglindi, hann er bara að sinna sín í köllun, hann vinnur í kyrrþey. Drottinn sér starfsama konu eða starfsaman mann. Ég veit ekkert þetta. Vakning. Þeir sem eru sofandi þurfa að vakna, það er rétt. En þeir sem eru vakandi og í verki fyrir Guð þurfa ekkert að vakna. Þeir eru vakandi. Og hvað er þetta stór hópur? Hvað skildi þessi hópur vera mörg prósent af öllum kristnum mönnum? Það hef ég ekki hugmynd um. Kannski 50%, kannski 60%, eða ég bara veit það ekki. En ég veit að þeir sem eru vakandi eru fleiri en 1 og 2. Vakning. Er ekki orðið vakning orðið bara hálfgerð tugga hjá okkur? Er ekki orðið vakning komið af ykkur gremjurót sem segir allir, enginn er að gera neitt nema ég, svona hugsunin? Já, maður svona leiðir hugan að því og ég held að það sé bara allt í lagi fyrir okkur að velta vöngum yfir þessu eins og öllu hinu sem við erum að velta vöngum yfir. Þetta er nú búið að heyrast aldeilis þessi orð vakninguna. En við vorum að benda hér á
að sumir hafa aldrei þurft á þessari vakningu að halda, þeir hafa alltaf verið vakandi. Núna erum við að tala auðvitað trúna, þeir sofa auðvitað sínum eðlilega svefni og hvílast á milli og taka sér jafnvel frí og allt saman það er eðli lífsins að gera það. En vakandi í Guði, engir meira en þeir. Þannig að þessi vakning er til staðar. Hún er bara núna í þessum töluðum orðum. Þú sér þessa vakningu í öllum þeim sem vinna og sinna daglega einhverju því verki sem Guð hefur sett á yfir og kallað á til. Og þetta fólk er út allt, ég lofa þér því, í öllum löndum allstaðar. Við erum að tala líklega þá sem að, ég vistu það, ef ég á að vera alveg heiðarlegur, þá eiginlega er mjög tyrfið að fara út í þessi mál með einhverju sanngirni, með einhverju réttlæti. Vegna þess að við vitum svo lítið þetta, hvað er að gerast að þessu leyti, því þú veist ekki hvar einstaklingur er og hvernig köllunin hans frá Guði sé. Þú veist það ekki. Eins og voru líka að tala áðan, hve margir af þessu ágæta fólki starfar ekki kyrþi. Eins og voru líka að tala sést aldrei á sama tíma við afturmastrið og frammastrið. Einhverjar ofur sleggjur. Þú vel vera það séu það einhvers staðar með, ég veit það ekki. En svona var nú stundum tala mér kæri vinur og sjónum í gamla daga. Það var reyndar fyrir mína tíð en á fyrstu togurum sem voru eftir aldamótin síðustu 1900, var nú talað þetta, þar kom þetta hugta þessa hörkukalla. En ég segi í dag þessa útkeyrðu menn sem hún rændi svefni, það þóttu hörkukallar. En var bara algjört ofbeldi á einn stétt manna. Já, þannig var nú reyndar verkamannastéttin líka. Hún var útkeyrð alltaf og pældi engin neitt í því. Pældi engin neitt í því, það er bara þannig. Og þetta er upp af verkalýðshreyfingunni svo við förum allarleið þangað. Og sjómannafélögunum öllu þessu. Þessi félög rekja rætur sína til þessara ótíðar sem þetta var ekkert annað en ótíð. Þannig við þurfum að skoða margt og við þurfum að kíkja á margt og vita deili og mörgu. Það er því mikil ósvinna að tala eitthvað sem er ekki sanngjarnt. Við vorum að tala blessuðu vakningun okkar. Við töluðum á alveg lón og dón og maður svo sem oft tekið þátt í. En svo segir Drottinn við mig núna, Konráð, hugsaðu líka þá sem hafa aldrei þurft neina vakningu. Þeir hafa alltaf vakað. Talar þá í orði sínu. Hugsaðu þetta fólk. Og gefðu þín meðmæli og stattu með því. Vakning. Við vekjum þá sem eru sofandi. Og hvað er það stór hópur? Ég bara veit það ekki. Veist þú það? Hvað er þetta stór hópur? Hefur eitthvað spurt sjálfan þig að því, hvað er þetta stór hópur? Við tölum yfir salinn. Og það er alveg svoleið bara eins og barðir, eins og hundar. Því að menn geta tekið það til sín, því að þannig er það nú líka að svona tal, það byggir upp í okkur eitthvað að ég ger ekki nóg. Ég er þessi maður og kona sem ég þarf vakningu. Þannig að þetta getur alveg haft áhrif í báðar áttir sem hvatning fyrir mann og annan. Þannig að það er allt til að benda á þetta, það er allt til að menn í grundi, vegna þess að við verðum, hvort sem ég eða þú, að vanda okkar mál. Og við verðum, hvort sem ég eða þú, að byggja málflutningu okkar á einhverju sem einhver sanngirni í.
Og þegar við vitum meira, skoða mál betur, þá kemur sanngirnin. Það held ég að við getum alveg verið sammála um. Þannig er ýmislegt sem við getum tjáð okkur þetta ágæta kristna fólk. Og þess vegna segi ég, leifum Guði að vera Guð yfir öllu okkar lífi. Já, hann með svo stór og frábær Guð að hann er í orðunum sem við erum að tala út undir hans afli. Þess vegna segi ég það talar enginn til Guðs mann og kvenna nema hann og hún sem er kallaður og kölluð. Og Guð fylgist með, Drottinn fylgist með og sér að nú ætlar vinurinn að fara að tjá sig og hann er kominn. Þú skalt ekki halda það, Konráð minn gæti sagt við mig að ég leyfi þér að sjá þetta einan. Það verður aldrei. Og ég segi bara takk fyrir það, Drottinn, og þú segir vá maður, þetta var nú aldeilis góð frétt. Þannig að ég veit alveg hvaðan þessi maður kemur sem er að tala. Við þurfum nefnilega að vita það. Og hann kemur upp sig hvaðan hann kemur með því sem hann er að tala. Innblásið orð frá lifandi Guði streymir frá lifandi hjarta fullt af trú. Hver er þessi maður? Ég bend á þig. Þú ert þessi manneskja. Og meira, ég bend aftur á og segi, þú hefur köllun. Ég veit ekki þína köllun. En ég veit að þú hefur köllun að því ég veit að þú ert frelsuð, andansfyllt manneskja og köllunin kemur með þessu. Já, ég veit nú ekkert hver mín köllun er. Það er bara afsökun. Segi ég nú bara. Og við erum alveg stundum mestarar í alls konar afsökunum. En það er nú eitt af því sem Drottinn vill að við deyjum. Og til þess að losna við afsakanir, þá bara komum við fram eins og við erum klædd. Efsta talan er óhneft og skyrtan vitlaust hneft, þú fórst einni tölu ofar. Þannig að þetta stangaðist á, en þannig komstu fram. Það getur vel verið svo sem að sá þetta kími út í annað. En það er allt í lagi. Þú ert samt þessi manneskja sem hún ætlaði að koma að hitta. Og þessi manneskja sem kom til að hitta á til Jesú í sínu hjarta og ber fram gott úr þeim sjóði sem að Drottinn hefur lagt honum í té eða henni. Vegna þess að það sem hann leggur í té, mönnum og konum, er gott. Og þá, minn kæri vinur, er ekkert rúm fyrir einhverjar sagnir sem að svona betur athuga máli geta orkað tvímælis. Og ekki kannski í grunninn, og þó án þess að menn kannski veitið athygli, eru ekkert sanngjarnar. Við sem tölum vakningu, þurfum líka þá að vita, við þurfum að vekja fólk sem er þá sofandi og þá kemur spurningi, hvaða fólk er þetta? Ekki ég, ekki þú, við erum sístarfandi á Akureyri. Hvar er þetta fólk sem þarf að vekja? Er það ekki gild spurning? En spurning samt sem við erum ekkert kannski svo mjög að velta fyrir okkur, vegna þess að dómarinn í hjartanu, hann er nú svolítið þrásetinn þar. Hann vill ekkert svo mjög fara. Vitið þið að það er Guð sjálfur, Drottinn Jesú, sem kemur þessu öll á stað í okkur. Hver í raun og veru getur ekki tekið undir það að víst og vissulega eru margir vakandi. Þetta er fólki sem heldur öllu kirkjulegu starfi gangandi. Og það er mikið kirkjulegt starfi í gangi hér á Íslandi á einhverjum höfuðborgarsvæðinu. Af því að þar er fólk vakandi. En fleiri gætu verið vakandi, það er alveg rétt.
Við þurfum að leyfa drottni að vekja þetta fólk. En það vakning í gangi. Bara menn sjáu þetta með þeim augum. Það hefur alltaf verið. Ef það væri engin vakning og allir sofandi, það ljóst að það væri ekkert kirkjuleg starf á neinum stað. Hvað viljum við sjá? Það nú eitt. Ég bara hef ekki hugmynd það hvað menn vilja sjá. Ég vil bara sjá mann sem elskar með hjarta sem elskar Jesús. Það ekki að vera vakandi. Þannig að við sjáum að fólkið þarna. Ég vil kannski sjá eitthvað allt annað, átök, hlaup. Nei, vinir, við þurfum að leyfa bara Guði að vera Guð. Við þurfum að vera með honum í hans eldi og vinna þar sem hann Þá held ég að rjáttlist ýmislegt af okkur sem annars kannski skundar fram. Kannski ekki neitt endilega svo rökrétt þó að við höfum sagt það og jafnvel trúa þessu all okkar göngu með Jesú Kristi. Þannig það nú líka. Sumt hefur gengið með okkur allar götur frá því við fyrst fórum að elska og virða Jesú. Enginn gera neitt nema ég. Mér finnst þetta að vera svolítið þannig tal. Það ekkert þannig. Fullt af fólki hefur lagt mikla vinnu á sig í Jesú nafni og það svo sem ekkert hrósunar vert. Þetta bara eitthvað sem Drottinn hefur þá sett í hjarta mannsins og hann hefur unnið með og vilja nota. Það nú það sem gerist í Jesú nafni. En ef ekki að segja þetta gott núna og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og kveður og heldur þessu verki Drottins áfram. Engin spurning.